Að horfa á Spaugstofuna getur verið góð afþreying. Ríkissaksóknari telur þennan þátt ekki vera við hæfi viðkvæmra sála. Við treystum því að yfirvöld þjóðarinnar séu vel á verði. Hulið margt að baki tímans tjalda, sem tíðkaðist á eylandinu kalda, þjóðin tórði við að yrkja eddur og af sér reynd að hrista slæmar kreddur. Það mátti sjá á fólksins hoknu herðum að hér var mikil alvara á ferðum. Því veröldina píndu út og inn mein og allra brúnir sigu niður á kinnbein. Þó vissu menn af vítismyrkum öflum sem vildu helst að gengi alltaf göflum og að því kom að ótal litlum djöflum úr opnu víti mokað var í stöflum. Þeir hlóa því sem þjóðinni fannst brýnast og þeirra eina hugsjón var að grínast. Þeir ortu spaug rakettur og róna, ráðherra og trygga kirkjuþjóna. Þeir göntuðust með vinnu, deil og verkföll, þá virtist smánin gnæfa hærr en kverkfjöll. Þeir ollu gnistran tanna, grát og trega og gátu ekkert tekið alvarlega. Já, þvílíkt fár sem var á mann og meilagt. Fólk muldraði, Guð, þeim ekkert heilagt. Þá mættu prestarnir til sauða sinna og sýnist þessu spaugi aldrei linna. En menn sem þóknast Guði emja og æja, en andskotin vill fá oss til að hlæja. Og þjóðin sagði óðar, jam og jæja. En þó í fólksins vitund byggi vissa, þá var þó nokkrum snöggvast á að flissa. Og áfram máttu landsins prestar pínast, því púkar fjandans áfram héldu að grínast. En þó kom loksins þar að mælir fylltist, og þjóðarsálin endanlega trylltist. Menn sáu hnífinn standa á kafi í kúnni, kónar þessir hlóu að þjóðartrúnni. Þá mæltu klerkar, það saga segin, að syndin verður goldin hinum megin, og fáir hafa feitum hesti riðið, sem flissa þeir berja á gullna hliðið. Já, ritast skal og rímast bæð og stuðlast, að refsað verður þeim sem iðka guðlast. Nú verður tjaldi lyft og á það litið, hver líf þeirra skal hvössum tönnum bitið, sem trúna ata vilja vondum rógi, svo vitnað sé skáld frá Fagraskógi. Þér hneykslist ei, þótt djart sé myndin dregin, og dánir látnir tala hinum megin. Síst vort markað særa þá sem trúa, en samt skal djúpið mikla reynt að brúa. Vér blásum lífi í sálma og sagna spjöldin og sýnum yður heiminn bak við tjöldin. Æ, mikið ætlar hún að verða þeim erfið banalega. Ertu að kalla mig banalegan? Hvað finnst ykkur ég vera banalegur? Nei, mér finnst þú vera miklu frekar bananalegur. Finnst ykkur ekki bananalegur? Nei, ég held ég að vera kúlulegur. Æ, þegiðu Jón og hættu þessum aulabröndurum. Jón, hvaða Jón? Þú Jón. Ég Jón? Nei, þú Jón. Nú ég Jón. Æ, þeir get ekki einu sinni stilt sig að spauga þó að öndin sé rétt óskroppin úr þeim. Öndin?
Hvar öndin? Það sem þú hefur mátt þola, blessuð manneskjan. Já, ekki ætla ég að þræta fyrir það. Já, það hefur oft verið erfitt að taka lífinu alvarlega með þessa bjövitasbaugar á heimilinu. Æja, en svona hefur þetta verið alla tíð. Þeir eru fæddir með þessa vondu spévessa í blóðinu. Og getur nú ekki grasakona góð reynt að reka burt úr þeim verstu geispúkana. Svo geispi nú ekki bólunni með háð og spé á vörm. Ég búinn að reyna bókstaflega allt. Já. Ég búinn að láta það horfa á sjónvarpið, beina útsetningu frá Alþingi. Ég búinn að láta það finna út skattaframtalið sitt. Ég búinn að láta það taka lífeyrissjóðslán með hæstu mögulegum vöxtum. Og þeir bara hlæja hærra og hærra og hærra. En gátu þá ekki kirkjunnar menn komið vitinu fyrir þá? Og þeir reyndu blessaðir. Já, hvort þeir reyndu. Fríður sé með yður. Ég vill ekki presturinn tylla sér. Já, þakk ykkur fyrir. Já. Þakk ykkur fyrir. Nei, opp. Já, þarna munaði þó mjóu, prestur minn. Já. Oft kemur góður þá étið þér. Ég fljúa aula brandararnir svoleiðis fram og tilbaka, maður í stórhættu að skella upp úr þessari miklu alvöru stund. Já. Æ, getur nú ekki blessaður Guðs maðurinn líknað þessum aumingjum? Já, þeim ekki viðbjargandi. Heldurðu ekki að þeim verði dundrað stystu leið niður í neðra? Já, það þori ég nú ekkert að segja. Ekki ætla ég að kasta fyrsta steininum. Nú? Og nei, ég búinn að ganga með hann í vasanum í mörg ár en ég hef aldrei þorað að kasta honum. Ég búinn að gjöreyðileggja marga vasa með honum. Og þetta fyrsti steinninn? Já. Nú, hvers vegna kastar honum ekki? Já, þetta allt of nærgöngul spurning. Já, við skulum taka upp léttara hjá. Já, alveg endilega. Jæja, hvað nú að frétta af málefnum kirkjunnar? Já, ég sagði léttara hjá. Já, fyrirgefðu. Hvað að frétta af biskupnum? Nei, heyrðu mig nú. Nei, fyrirgefðu. Já, hvernig gengur að ferma? Ferma? Já. Á nú líka að fara nú að manni því nasir. Nú, ég vissi ekki að fermingarnar væru viðkvæmt mál. Já, þú vissir það ekki, nei. Nei, hvernig heldur það sé að standa pungsveittur í fermingum og maður ekki fyrirbúinn að ferma fyrir þessir bannsettu guðlastarar rjúka til og afferma börnin jafnóðum. Heldur að þetta sé eitthvert andskotans verklag? Nei, Guð hjálpa okkur. Hanna nú, þarna blótaði ég. Ég hefði aldrei átt að koma hingað, maður á ekki að vera að þvælast úti á meðal fólks, það hefur margsýnt sig. Maður á bara að halda sig í kirkjunni og helst að loka að sér. Já, annars lendir maður bara í alls konar umræðum og þarf að fara að tjá sig allskyns veraldleg vandamál sem miklu betra að vita ekkert af. Enda má ég ekkert vera að þessu. Ég á eftir að semja stólræðu fyrir morgundaginn. Já, og hvað á hún að vera? Já, hún á að fjalla lifandi trú. Nó, já, ég má til með að mæta. Já, nei, veistu nú ekkert að því. Já, nei, þá þarf ég að fara að skrifa hana niður. Ég kveð ykkur að sinni.